Ekki núna á skjá. Þá það komið svo ég svona. Og þetta er jafn mikið. Þetta okkur. Þetta bara mækin hérna. Já. Já, hefur tjaldið verið svo neðarlega að sko þú sérð aldrei nema bara helminginn af glærunum. Hefur það verið vandamál? Já, ok. Þannig að búið að hækka þetta aðeins. Það búið að hækka þetta? Þetta er sem stór dagur. Það er búin að verða styrðið þessu í 6 ára við þetta að starta á. Já. Gerum við réttið takkar brunnum. Nei, það takkaði fyrir. Það að segja það fyrir það. Það var alltaf þess að koma stundum Hvernig hver gengur. Já. Já, maður er ekki að tala bara hermatóra. Það alveg prinsipið, sko. Mikla þjáningu mun ég gjöra þér ef þú verður barnsamandi. Þrautskaptu barn í klæða en samt þá verður til vatnsni. Já, sko, ég sem svo Brynjólfur, sko, ég neita að gefast upp fyrir því að þetta sé staðreind, þannig að þessna fór ég að staðist þetta doktorsverkefni. Og fyrir mér verður öllum svo Brynjólfur, þetta tekst á endanum, sko, að fá mitt í gegn. Já. Þetta er allt út af því fyrir að á tíma. Já, heldur þetta myndi leysast allt ef við færum bara að skríða aftur. Hvernig fór að sýpa sem er góður til það? Já. Það bæðið hvernig í framleiðslu. Það er spurning. Þú skalt ekki segja að við konurnar séum svona svakalega gallaðar, þú veist að það getur verið stórhættulegt. Ég segi það. Það má ekki leitt. Er reiknað með svona hálftíma, cirka. Nei, jú, kannski, það er kannski ekkert verra. Er þú að vinna við? Er Jón komið ekki við? Hann er alveg góður. Já, því að hafa stemma að sjá það er næstu með. Já. Hann bara meilum, sko. Ég er búin að senda honum, sko. Ég er myndið að ringa í gæra og okkur upplýsingar en ég var meiri síma. Ég var vísa þetta. Ég sá hann samkvæmt til vinnu sem var í gæra, þannig að hann var vinnu. Já, það er eitthvað lítið. Það kemur eitthvað að. Ég vissi að þetta. Þú takk að mála það? En þú veist, sko, að... Þetta kom þessu á. Ég meina það. Koma þess að... Settu þetta meira og ég er það vissu. Já, bara. Já, nei, það svo veina það. Þetta má heldur ekki segja núna. Og passar við ekki sín eigin börn. Er morgunfundurinn svona notaður svona í rapport og svona arrangering oft, þetta er svona eins og... Margt leistum. Já, þetta er mjög praktískt að hittast svona einu sinni í viku og rapportera.
Það sjá. Við verðum bara að byrja klukkan komið. Við erum fengið góða gest, Sigríður, eftir að koma inn. Í doktorinn ekki. Jú, það alveg að vera ár síðan. Ég ætla að halda vel upp á það. Yes. Þú ætlar að fjalla þessu sásöka og eftir ferna einn fæðingu. Já, takk fyrir það. Ég bara svona aðeins á hann ég fer að staði ég vann sem sagt hér á bæði á SAK og í heilsugæslunni í þó nokkur áður en ég fór í fulla vinnu upp í háskóla. Ég kem samt aðeins á sumrin og semst núna eftir seinustu 3 ár til þess að taka á móti einu og einu barni því ég get ekki alveg slitið mig héðan frá stofnuninni. En ég var búin að vinna hérna einhverju 22-23 ár hérna á SAK og það taka á móti fleiri 100 börnum. Og sársauki var alltaf svona mitt áhugasvið. Þannig að einhvern veginn í ósköpunum þá fékk ég þá flug í höfuðið að það væri best að drífa sig í doktorsnám og það mjög skemmtilegt að fara í doktorsnám þó að það sé auðvitað mikil vinna og allt það að þá mjög gaman að geta svona sögt sér ofan í eitthvað sérstakt sem maður hefur brennandi áhuga fyrir og svona bara einbeitt sér svolítið að því að rannsaka það. Og við sem betur fer búum vel hér á Íslandi að það auðvitað bara einn lægsta tíðni af burðarmálsdauða hér á Íslandi og meðgönguvernd og fæðingarhjálp til fyrirmyndar. Þannig að ég sé alltaf í öllum skýrslum sem að ég sé, svona sem hvort sem það Evrópu eða alheims að Ísland sker sig svolítið úr hvað bara það varðar að hugsa vel ófrískar konur og börn. Þannig að við megum vera virkilega stolt af þeim árangri sem við höfum náð hér á Íslandi hvað þetta varðar. En svo líka bara þegar árangurinn góður í þessu, þá kannski fer maður að skoða eitthvað annað, hvort að sé eitthvað annað heldur bara lífið eða dauði sem skiptir máli. Hvort að sé til dæmis bara upplifanir og væntingar kvenna af fæðingu sem hafa líka áhrif. Og það töluvert til sem sagt bara úr literatúrnum sem segir okkur að það mjög margt sem skiptir máli. En ég ætla rétt að bara bregða upp hérna á doktorsnefndinni minni, ég valdi mér fullt af góðu fólki með mér og sem sagt var með leiðbeinandi bæði sem að HÍ útvegaði mér og sem ég valdi sjálf og eins var ég með í doktorsnefndinni minni bæði prófessora frá háskólanum Háskóla í Bretlandi og Gautaborg og Háskóla Íslands. Ég var með góðan tölfræðing með mér sem algjörlega ómissandi ef maður fer í meginlega stór gagnasöfn til þess að vinna úr. En almennt hvað var það viðhorf til sársauka, þá vitum við að það mjög misjafnt og stundum þessu svolítið svona skipt í tvennt. Annars vegar það að þetta sé eitthvað sem að sé óæskilegt og eitthvað sem þarf að útrýma og hins vegar að þetta sé eitthvað sem þarf að vinna með. Og það kannski svona skiptir máli fyrir ófrískar konur og maka þeirra vegna þess að makarnir hafa töluverð áhrif örugglega líka að það svona rannsóknir sem benda til þess að það sé ekki bara konan heldur maki líka sem skiptir máli varðandi það hvernig þessi viðhorf að þróast á meðgöngunni og hafa þróast kannski áður en að konan verður ófrísk. Þetta hér viðhorf að sársauki sé eitthvað sem að sé til þess að vinna með í bæði hvað varðar á meðgöngunni og fæðingunni að það hafa verið að koma fram núna stóra rannsóknir sem að sýna fram á það að konur sem að hafa það viðhorf að sársauki í fæðingu sé eitthvað til þess að vinna með og undirbúa sig fyrir að það verði til þess að það í raun og veru upplifi sársaukann og fæðinguna sjálfa mun betur heldur en þær sem að þróa með sér mikinn kvíða fyrir fæðingu og það að verða meira og meira vandamál. Rannsóknir sem hafa verið gerðar núna til dæmis á tíðni fæðingar 8, það bara upp, svo tíðni. Þannig það eitthvað sem að kannski við þurfum að fara að skoða hvað við getum gert í því hér á meðgöngunni til þess að reyna að koma í veg fyrir það. Að
þetta verði svona kvíðvænlegt. Og margir halda því fram að við höfum verið svona tengdar í náttúrunni hér áður fyrr, dýr að fæða sín afkvæmi hafi verið svona nær okkur heldur en í dag og það hafi áhrif á það að við sjáum fæðinguna sem eitthvað ógnvænlegt, eitthvað hættulegt, eitthvað sem að maður þarf að láta sig kvíða mikið fyrir og eitthvað jafnvel sem konur sjá ekki hvernig ósköpunum þessi kroppur getur nokkuð tímann fætt barn og það hafi mikil áhrif. Það eru fáar og misvísandi niðurstöður hvað varðar upplifun af sársauka í fæðingu. Það eru nokkrar rannsóknir sem hafa verið gerðar á upplifun kvenna af fæðingunni sjálfri en fáar sem eru í raun og veru að einblína svolítið á sársaukann og hvaða gildi það hefur fyrir upplifun kvenna af sársaukann. Ég sé að tíminn er fljótur að fara, þannig að ég ætla aðeins að reyna að drífa mig. Við vitum líka að viðhorf hefur áhrif á útkomu fæðingu og upplifun kvennanna og líðan og upplifun á meðgöngu getur haft áhrif á heilsufar bæði á meðgönguna og eftir fæðinguna. Og þar eru þættir eins og til dæmis bara þunglyndi, frekari barneignir og foreldrahæfni sem að getur í raun og veru orðið fyrir áhrifum af því ef að konur upplifa fæðinguna sem eitthvað neikvætt eða hafa upplifað hana illa. Konur fá frekar þunglyndi, þær eru frekar að fresta barneignum vegna þess að þær eru hræddar að takast á við fæðinguna aftur. Þannig að þetta er eitthvað sem við þurfum að skoða. Og kannski er hægt að segja okkur að við höfum verið svolítið upptekin að því hvað við erum að gera. En lítið að fókusera á hvað konurnar gera sjálfar til þess að undirbúa sig undir fæðinguna og takast á við hana. Þannig að mín sýn var svolítið að við þyrftum að beina sjónum okkar meira að því hvað konurnar sjálfar gera. Ég lagði til grundvallar verkefninu kenningar Antonovskis svona það hvernig við sjáum lífið, hvað það er í líf okkar sem stuðlar að heilsu, en ekki endilega hvað það er í líf okkar sem stuðlar á sjúkdómi. Og þetta er svona tvenns konar nálgun, kannski á sama hlut, en hann var meira og setti sínar kenningar fram 1980 að ræðum það í raun og veru hvernig við erum áfram heilbrigð. Hvernig við höndlum streitu í okkar lífi til þess að hún hafi ekki neikvæð áhrif á heilsuna okkar. Og undanfarin ár hafa verið gefnar út bækur salutogenesis og það er farið að tengja þetta meira núna í dag fæðingum heldur en var gert áður. Og ég ætla að sýna ykkur bara þetta svona regnhlífar hugtak yfir hvernig í raun og veru við tökumst á við lífið. Hvernig við til dæmis með þrautseigju komumst í gegnum erfiðleika sem að mæta okkur í lífinu, hvernig við í raun og veru kópum við lífið, hvernig við tengjumst öðrum og sem að styðja okkur þegar við göngum í gegnum erfiðleika í lífinu og fullt af fleiri hugtökum eins og til dæmis bara af hverju eru sumir alltaf svona bjartsýnir með lífið, bjartsýnir og gefast ekki upp, heldur koma sér í gegnum erfiðleika, hvað er það í líf okkar sem fær okkur til þess að hugsa svoleiðis og hvernig er hægt að ýta undir það. Og ég ákvað frekar að styðjast við þessa hugmyndafræði heldur en að styðjast við einhverjar hefðbundnar skilgreiningar á sársauka vegna þess að það er ýmislegt sem bendir til þess að konur horfi á sársauka í fæðingu allt öðrum augum heldur en þær horfa á sársauka vegna bakverkja, tannpínu, túrverkja eða hvað sem er. Þegar konur eru að lýsa sársauka í fæðingu þá nota þær ótrúlega jákvæð orð, margar, alls ekki allar, en margar þeirra að nota orð sem þær myndu aldrei nota til þess að lýsa sársauka í fæðingu, af túrverkjum eða hausverk eða einhverju slíku. Þannig að það er eins og sé, sársaukinn hefur einhverja þýðingu og þess vegna er hann þolanlegur í hugum margra. Og hugmyndafræði ljósmæðra er í raun og veru alveg á svona í samræmi við þessar hugmyndafræði salutogenesis sem að Antonovski setti fram.
Og markmið rannsóknarinnar í heild, ég gerði í raun og veru 3 rannsóknir og hér eru markmið rannsóknarinnar í heild. Það í raun og veru bara að auka þá þekkingu sem á væntingum og reynslu kvenna af sársauka í fæðingu og greina hvaða þættir hafa forspárgildi varðandi jákvæða reynslu af sársauka í fæðingu og skoða sársauka í fæðingu út frá heilsueflandi sjónarmiði og hvernig konur undirbúa sig fyrir sársaukann, hvað þær gera sjálfar til að takast á við hann og hvernig þær hugsa hann eftir á. Hérna lokaverkefni mitt sem ég kláraði í desember í fyrra og heitir bara Pain in Childbirth, Women's Expectations and Experience. Og ég búin að birta 3 greinar úr verkefninu, úr þessum 3 rannsóknum sem mynda þetta heildarverk. Þannig að ef þið hafið áhuga þá bara farið inn á leitarvefi og googlið þetta. Og svo væntanlegur einn bókakafli sem ég að skrifa með, eða hefur að skrifa með einum ástralskum prófessor og öðrum frá Dublin, sem vinnur í Dublin. En þá skulum við fara að skella okkur í þetta. Hér fyrsta rannsóknin, þar ég að lýsa upplifun kvenna af því hvernig það undirbúa sig fyrir sársaukinn, hvað það gera sjálfar á meðan á fæðingunni stendur og hvernig það lýsa sársaukanum eftir á. Þetta eiginleg fyrirbærafræðileg nálgun, þar sem ég nota aðferð Vancouver skólans í fyrirbærafræði til að greina gögnin. Ég tek viðtöl við 14 konur og þá ég bara með heilbrigðar konur sem hafa fætt eðlilega og ekki verið með neinar meiri háttar greiningar í meðgöngunni og hafa fætt einbura í höfuðstöðu þar sem ekki hefur þurft að beita neinum sogklukku eða akút keisara eða neinu svoleiðis, barnið hefur verið heilbrigt og þetta ég að taka viðtöl við þær mjög fljótlega eftir fæðinguna. Frá 8 tímum og upp í 4 daga frá fæðingunni. Og síðan þetta þemagreint, öll þessi gögn og þetta verður viðtöl sem tóku hálftíma upp í klukkutíma þeirra upplifun af meðgöngu, fæðingu og þessum tíma eftir. Í rannsókn 2 þá var ég í raun og veru að skoða hvaða væntingar ófrískar konur hafa til styrk sársauka í fæðingunni ásamt því að kanna viðhorf þeirra til sársauka og meðferð við sársauka. Þá var ég bæði að taka viðhorf þeirra til verkjalyfja, verkjameðferðar með lyfjum og verkjameðferðar án lyfja. Og það var meginlega þversniðsrannsókn sem var gerð á landsvísu og það voru notað spurningalista til þess að safna gögnum. Ég fékk gögn frá stóru rannsóknarverkefni sem þið kannski kannist mörg við, Barneign og heilsa, sem var bara stórt verkefni sem safnaði mjög mikla gögnum og við gátum fengið gögn frá þeim til þess að greina og vinna úr. Og þarna voru 1111 konur, þannig að þetta var 25% af þeim konum sem var að fæða börn það árið og svarthlutfalli sem var 63%, sem ásættanlegt, auðvitað vildi maður mjög gjarnan vilja hafa hærri, en svarthlutfall yfir 60% ásættanlegt í svona rannsóknum. Og síðan greindi ég þetta bara með SPSS, bæði lýsandi og ályktunartölfræði og svo gerði ég fjölbreyttu aðferðsgreiningar til þess að sjá hvað hver og einn breyta hefði áhrif, útilokaði þannig áhrif frá öðrum breytum. Og rannsókn 3, þar var ég að kanna upplifun kvenna af sársauka í fæðingu og skoða hvaða breytur hafa forspárgildi jákvæða upplifun af sársauka í fæðingu. Og sumir stoppa hér og segja, býtu, það til? Getur einhver haft jákvæða upplifun af sársauka? Og miðað við viðtöl sem hafa verið tekin bæði hér á Íslandi og víða erlendis, þá það eitthvað til sem heitir jákvæð upplifun og ég ekki fyrsta sem skrifa það, allavega hvað var þar fæðingu. Og þarna var voru konur sem tóku þátt í rannsókn 2 á meðgöngunni, þeim var sendur aftur spurningalisti, annar 5-6 mánuðum eftir fæðinguna og spurt út í upplifun þeirra sársakanum og fæðingunni. Og þarna voru 726 konur sem tóku þátt, þannig að 68% af þeim sem svöruðu í rannsókn 2. Og þarna notaði ég svipaða tölfræði til þess að greina gögnin. Og ég ætla bara að stikla á stóru
í raun og veru í niðurstöðum úr þessum 3 rannsóknum og ég kippti svona út því sem að mér fannst vera kannski eitthvað sem gæti verið spennandi fyrir ykkur að vita. En svo bara vísa ég svolítið í þessar 3 greinar sem ég nefndi ef að þið hafi áhuga á því að skoða þetta sem eitthvað frekar. Og hvað var það fyrstu rannsóknina? Þá var ég með 14 konur, 7 frumbyrjur og 7 fjölbyrjur. Þær hafði allar fætt hér á sjúkrahúsinu á Akureyri og ég tók viðtölin sem sagt allir hér fljótt eftir fæðinguna. Og það sem að þau, sem sagt, þemu sem ég greindi var eitt svona stórt yfirþema, það sem að örugglega flestar konur getur verið sammála og jafnvel feður líka, að fæðingi sé erfið og krefjandi en hún sé viðráðanleg með því að nota mismunandi aðferðir til að takast á við sársaukann. Og nota bene, ég ekki að útiloka konur sem að notuðu epidúral. Konur sem að komast í gegnum fæðinguna eru sáttar við sína fæðingu. Það í raun og veru nota bara það sem þær þurfa, hvort sem að það baði eða tónlist eða epidúral eða hvað það Og þær hafa reynslu á sársauka alveg eins og hinar þó að þær hafi þurft epidúral kannski undir lokin. Og ég á því að konur eigi að nota þá verkjameðferð sem að þær þurfa í fæðingu. En það eigi ekki að vera svona skil á milli þessa að epidúral sé eitthvað óæskilegt eða eitthvað æskilegt. Þær eiga bara að geta valið það sem þær þurfa til þess að koma sér í gegnum fæðinguna þannig að þær upplifa hana þokkalega vel. Mér finnst vera algjöru öfgar og ég horfa á svæfingalæknana, mér finnst algjöru öfgar þegar að fólk segir að epidúral sé óæskilegur og það eigi ekki að nota hann, það finnst mér algjöru öfgar. En alveg eins og öll önnur inngrip í fæðingu þá ekki að nota hana óþörfu. Alveg eins og keisara þá ekki að nota hana óþörfu. En þá að nota hann þegar þörf á því og það þá konan sem metur það. Hérna svona greiningarlíkani sem ég gerði til þess að greina þessi gögn og ég ætla aðeins að fara svona mjög fljótt í gegnum hvað ég að tala Og þegar ég fór að spyrja konurnar hvernig þær undirbyggur sig, undir fæðinguna, þá kemur í raun og veru ljós að þær að gera mjög margt. Þær að telja svolítið í sig kjark að fara í gegnum fæðinguna, þær svolítið að meta í raun og veru, ég vön að vera sterk, ég vön að koma mér í gegnum erfið verkefni, ég hef góða aðstoð, ég treysti fagfólkinu á spítalanum þá eftir að hjálpa mér. Það var fullt af konum gengið í gegnum fæðingu áður og ég hlýt að hafa þetta af. Þær að fara í gegnum þennan prósess. Margar þeirra að fara foreldrafræðslunámskeið, jóganámskeið sem að þau hugsa sér hvernig þær geti nýtt sér til þess að komast í gegnum fæðinguna. Þannig að þetta eitthvað sem að skiptir máli og kannski eitthvað sem að við fagfólk ættum að gefa meiri gaum. Ættum með kannski minna að vera að leggja bara áherslu á verkjameðferð með lyfjum, heldur ættu að vera að segja þeim meira frá því að styrkja þessa hugsun og efla sig meira á meðgöngunni til að takast á við sársauka. Þær líka gjarnan að setja sársaukann í eitthvað samhengi eins og til dæmis bara það að þetta eini sársaukin sem þú færðir eitthvað fyrir. Þú færð barn fyrir það að koma þér í gegnum þennan sársauka, en alla jafna gerir það ekki. Og síðan þegar þær komnar í fæðinguna sjálfa, þetta greiningarlíkani í kringum það, þá langar mig bara að nefna, það voru margar sem að nefndu hér í byrjun fæðingar, að þær skynjuðu það sem mjög mikilvægt að geta haldið áfram sinni rútínu og meðan að þær gætu. Margar lýstu því að þær fóru í matarboð, þær fóru í bíó, þær fóru að ná í börnin og þetta ekki eins og í bíómyndunum þegar að við fyrsta stinga allir hlaupa út og allir öskra og eru með læti og það mjög hættulegt að ungt fólk ímynda sér að fæðingin byrji svoleiðis af því að það hefur ekki séð neitt annað. Og konurnar lýsaði líka hversu mikilvægt það að hafa styðjandi félag, maka eða einhvern stuðningsaðila og hversu mikilvægt það að mynda góð tengsl við fagaðilana, ljósmæður og lækna sem að annars staðar í fæðingunni til þess að geta nýtt sjálfar það sem að þær geta að nota til þess að koma sér í gegnum sársaukann. Og síðan langar mig bara að nefna hérna í restina af þessu að konur
segja gjarnan sem að komast jákvætt í gegnum þessa sársauka, þegar þeir lýsa því, þá segja þeir gjarnan að fyrst ég komst í gegnum þetta, þá ég búin að uppgötva í raun og veru hvað ég sterk. Þannig að ég treysti mér meira til þess að fara í gegnum það sem verður erfitt í mínu lífi eftir þetta. Og nota bene, ég bara að tala sumar, ég ekki fullyrða yfir allar konur, því að í svona eiginlegum rannsóknum það maður bara að reyna að kafa dýpra ofan í einhvers konar upplifun, en maður ekki að alhæfa yfir alla. Svo hvað var það rannsókn 2, að þá var ég með barnshafandi konur og ég var með konur sem á landsvísu sem komu í meðgönguvernd á heilsugæslustöðvar á landinu og þetta voru, úrtaki var eiginlega þannig að 30% var í dreifbýli og 70% var á höfuðborgarsvæðinu og það svona nokkurn veginn eins og fæðingarhlutfall á landinu í dag. Þetta svona nokkurn veginn 30-40. Þannig að úrtaki mitt í raun og veru var að endurspegla þýðið mjög vel og þess vegna get ég kannski meira yfirfært mína niðurstöður yfir á allt landið. Það skiptir heilmiklu máli. Hér eru breyturnar sem ég var að nota. Ég var með aldur og fæðingar, tegund fæðingar og fyrir fæðingar, viðhorf þeirra til fæðingar, vilja fæða eða ef þeir fengja að velja eða fara í keisara og ég ætla bara svona rétt að vekja athygli á þessu sem betur fer eru ennþá 92 eða nær 93% íslenskra kvenna sem að vilja mjög gjarnan fæða en í mörgum öðrum löndum þá sæjum við þetta öfugt. Það væru 7% sem vildu fæða og 92% sem vildu fara í keisara ef þeir fengju að velja og þetta eitthvað sem við þurfum að passa okkur að reyna að halda svolítið í. Hér ég með það sem hefur í raun og veru marktæka fylgni við hversu mikinn sársauka þær halda að þær eftir að finna í fæðingu. Og hér sjáum við að það bæði menntun, búseta og nota bene konurnar sem að búa í dreifbýli, þær halda að þær komi til með að finna minni sársauka með konurnar sem búa í þéttbýlinu og við erum búin að ræða þetta mikið meðal annars í Alexander. Hvernig standi á þessu og öryggistilfinning þeirra, það hefur marktæka fylgni við þá öryggistilfinningu sem þeir hafa. Viðhorf þeirra til fæðingarinnar sem sem sagt framundan, hversu mikinn sársauka þær halda þeir finni, hafa marktæka fylgni við það og hvernig þær vilja fæða, hvernig þær hugsa heimafæðingu, hvernig þeir hugsa verkja meðferð, bæði með og án lyfja. Þetta hefur allt marktæka fylgni við það hversu mikinn sársauka þeir halda þær finna. Þannig að ég fekk alveg fullt af marktækum niðurstöðum og ég ætla bara að hlaupa yfir þetta. Þetta var svona bara í raun og veru svona nánari útlistun þegar ég var búin að setja breyturnar flokka þær aftur í svona stærri flokka að þá fæ ég í raun og veru, liggur við bara allar breytur sem ég var að skoða marktækar. Og meðal skorið á 7 punkta kvarða var 5,58, miðgildi var 6 og þegar ég var að skoða hversu stór prósenta var að í raun og veru merkja minna 1 til 5, þá voru það 42% og þessum voru að merkja 6 til 7 voru 58%. Og þessi hér svolítið forvitnileg fyrir þær sakir að hér eru konur sem að merkja 1 sem þýðir minnsti hugsanlegi sársauki og hér eru konur sem að merkja 7 mesti hugsanlegi sársauki. Þannig að ég í raun og veru að fá mjög mikla dreifingu á svörin. Fyrirfram þá hefði ég haldið að væri mikið stærri prósenta hér sem væri að merkja 6 til 7 mesti hugsanlegi sársauki. En þær í raun og veru ekki að búast við því að þetta verði mesti hugsanlegi sársauki þegar þær eru að fara í fæðingu. Hvort að það óraunhæft eða ekki, veit ég ekki. Og hvort að það eitthvað sem maður þarf að ræða í meðgönguverndinni og þegar konur að koma og hitta fæðingarlækna. Þannig að þessu meðvitaður það í flestum tilfellum fylgir sársakanum mjög mikil, fylgir fæðingunni mikil sársauki.
Og nota bene, konurnar sem að höfðu farið í akút keisara síðast, það voru þær sem voru að búast við mjög miklum sársauka og konurnar sem voru einar, sem höfðu ekki maka, þær voru að búast við mikið meiri sársauka heldur en konurnar sem að voru giftar eða í sambúð. Og konurnar sem voru yngstar í hópnum, þær voru að búast við mikið meiri sársauka heldur en konur sem að voru elsti hópurinn, sem voru þá auðvitað flekar fjölbyrjurnar. Og hvað varðar parity, þá sjáum við að frumbyrjurnar og fjölbyrjurnar að búast við svipuðum sársauka. Þannig að frumbyrjurnar ekkert að búast við neinum óraunhæfum sársauka, hvorki óraunhæfum hvað varðar lítinn sársauka eða mikið sársauka, heldur þetta bara svipað eins og fjölbyrjurnar sem eru búnar að ganga einu sinni í gegnum fæðingu og vita í flestum tilfellum hvað þetta sem sagt von. En þetta segir mér bara rosalega takmarkað og það að þessi marktæk fylgni á milli einhverja tveggja breyta, það segir mér rosalega takmarkað hluti. Þannig að þá getur maður notað tölfræði úrvinnslu eins og aðkvarsgreiningar til þess að skoða hvernig í raun og veru hver og ein breyta hefur áhrif á eina breytu þegar búið að taka tillit til þeirra áhrifa sem aðrar breytur hafa. Ekki spyrja mig hvernig stærðfræðilega hvernig þetta gert vegna þess að ég get ekki útskýrt það, en það búið að taka tillit þá til, ef þú ert með 10 breytur, þá getur þú skoða hvað hver og ein þeirra hefur áhrif á þessa einu útkomu breytu sem að var væntingar þeirra til sársauka. Og þá ég að fá það út að viðhorfið til fæðingarinnar það sem að raun og veru hefur langmest áhrif á það hversu mikið sársauka þeir búast við. Öryggistilfinning þeirra og viðhorf til verkjameðferðar líka hafa mjög mikil áhrif. Þannig að þegar búið að taka tillit til þeirra áhrifa sem allar hinar breyturnar hafa, þá það þetta sem stendur upp. Ég ætla bara að hlaupa yfir þetta og segja ykkur aðeins frá þriðju rannsóknina því tíminn hleypur. Þarna var ég með konur muniði sem höfðu svarað spurningalista á meðgöngunni og voru svo sendur annar spurningalisti 5-6 mánuðum eftir fæðinguna til þess að skoða afturskeng hvernig í raun og veru þær hefðu komið út í fæðingunni, hvernig þær hefðu upplifað sársauka og fæðinguna, hvernig þær hefðu fætt, hvaða verkjameðferð þær hefðu notað og slíkt. Þarna með 766 konur og það hefur mikið gildi að vera með svona stóran hópi, þá getur maður skoðað meira hverju og eina breytu og skipta henni niður. Ég að drekka ykkur? Ok, þetta svolítið mikið efni, ég ákvað samt var að taka þetta allt og gefa ykkur pínu yfirlit yfir þetta. Og hérna voru listar þar sem að konur fæddu með fyrirfram ákveðnum keisara, ég tók þær út úr þessum hóp. Þannig að konur sem hefði ekki byrjað í fæðingu og ekki upplifað sársaukann sem fylgir fæðingunni, að þær sem sagt voru teknar út, en ekki þær sem fóru í akút keisara kannski á seinustu stigum. Sumir gagnrýna þetta, aðrir ekki. Að gera þetta svona. En ég mældi sem sagt í raun og veru bara upplifun af sársaukanum í fæðingunni með bara einni spurningu og hér ég að skoða í raun og veru hvað hefur áhrif, hvað hefur marktækafylgni við það að upplifa sársaukan vel í fæðingunni. Og þið sjáið að aldur og parity, menntunin og búsetan skiptir engu máli, það ekki marktækafylgni ef ég bara skoða það. En hins vegar hefur öryggistilfinning, viðhorf til fæðingarinnar og þetta eru breyturnar sem ég mældi á meðgöngunni og svo með líka með breytur sem ég var að mæla eftir fæðingarinnar inn í þessu. Viðhorfi til fæðingarinnar, viðhorfi til verkjameðferðar bæði með og án lyfja. Það hvort það hefur verið notað oxytocin eða örvandi efni til þess að ýta á eftir fæðingunni. Hversu mikinn sársauka konan fann og það sem manni finnst algjörlega eðlilegt og upplifun þeirra af því hversu fæðingin var löng, upplifun af fæðingunni sjálfi, hvaða verkjameðferðar notuð og
og upplifun kvennanna af þeirri umönnun sem sagt konurnar fengju. Og nota bene, mér langar líka bara að vekja athygli á því að upplifun þeirra af lengd fæðingarinnar, hvort að þeim fannst fæðingin vera passlega löng, of stutt eða of löng, það sem sagt sýnir að það hefur marktaka fylgni við hvernig upplifun þeirra höfðu á sársaukanum. En svo þegar ég skoðaði tímalengdina í klukkutímum, þá hafði það ekki marktaka fylgni við ánægju þeirra, upplifun þeirra sársaukanum. Þannig að það var eins og tímalengdin og upplifun þeirra tímalengdin eða hvort þær hefðu hugsað þetta að fæðingin væri löng eða stutt, að það kom ekki í sömu niðurstöður þar. Þannig að ef ég fer í fæðingu og hugsa, ok, þetta tekur 10 tíma og þetta tekur 10, 11, 12 tíma, þá ég bara sátt við það og mér finnst það ekki hafa og það hefur ekki neikvæð áhrif af upplifun mín af sársaukanum. En ef ég fer í fæðingu og held að hún sé 5 klukkutímar og svo hún 15, þá hefur það ekki áhrif. Þannig að mér fannst svolítið svona athyglivert að þetta hefði ekki sömu áhrif. Má ég spyrja þá sem kom spurning í mig? Spurningin experience of pain. Hver var spurningin þarna? Var þetta jákvætt, neikvætt? Jákvætt, það var bara jákvætt, neikvætt. Já, semst öðrum megin á skalanum var jákvætt, hinum megin var semst neikvætt og svo voru semst frá einum upp í 10. Já. Gott þú spurðir. Nei, en einum upp í 7. Svona voru niðurstöðurnar hvað varðar jákvæða upplifun og neikvæða upplifun af sársaukanum í fæðingu. Og þarna erum við að sjá líka að við erum að fá töluverða dreifingu hér og mjög jákvæð það eru töluverður fjöldi bæði frumbyrja og fjölbyrja sem eru á þeim skala. Það upplifa sársaukan ekki sem eitthvað neikvætt. Og bara svona rétt í lokin, ætla ég að segja ykkur frá því, að vegna þess að ég er að fá í raun og veru marktæka fylgni á öllum þessum breytum þegar ég er að skoða bara eina, þegar ég er að skoða bara parity eða bara það þegar maður notar epidural, þá er ég alltaf að fá marktæka fylgni á milli þessara breyta, þá þarf maður í raun og veru að henda þeim öllum inn í aðhvarfsgreiningu til að sjá hvað hver og ein er að skora, hvað hver og ein er að hafa áhrif á þessu upplifun. Og þegar ég fór að skoða bara epidural, það ekki bara epiduralinn sem að gera eitthvað í þessu samhengi þegar ég stilli þessu upp þannig að það upplifun af sársauka í fæðingu, það ekki bara epiduralinn sem í raun og veru að hafa áhrif, eða það eitthvað annað, það hinar breyturnar líka. Og ef ég byrja að setja inn í þetta módel, þessa aðhvarfsgreiningu, bara epiduralinn, þá í raun og veru get ég bara að hugsa, jú, það er bara eiginlega epidural. Svo þegar ég fer lengra og fer að skoða hvaða áhrif hefur það á þennan betastöðul sem lýsir sambandinu, ef ég set parity, ef ég set menntunina, ef ég set búsetuna inn í. Og þegar ég geri það, þá í raun og veru breytist ekki þetta samband. Ég get í raun og veru bara áfram sagt, ok, þetta er bara epidural. Hvort það fá epidural eða ekki, það það sem skýrir þetta samband á milli þess að upplifa jákvætt sársaukann og hinnabreytana. En ég svolítið þrá eins og Ingvar með að hækka tjaldið að ég hélt áfram að skoða þetta og ég setti fleiri breytur inn í. Ég setti breytur sem ég hafði safnað á meðgöngunni, til dæmis eins og hvað þær bjuggust við miklum sársauka, hvaða áhrif, hvaða viðhorf þær hefðu til verkjameðferðar með án lyfja og þá sjáum við þetta gildi, betagildi sem að lýsir í raun og veru sambandinn á milli þessara breyta. Þá sé ég að það kom dottið niður í 0,75, farið úr 0,98 og niður í 0,75. Og þá sé ég að það einhverja aðrar breytur sem eru líka að hafa áhrif af þessum sem ég er að setja hér sem sagt inn í. Eins og til dæmis þessi hér sem viðhorf til væntanlegra fæðingar. Hún að hafa líka áhrif. Og bara til þess að gera langa sögu stutta, þá setti ég í raun og veru á endanum allar þessar 20 breytur sem ég var með inn í. Og þá sér maður að í staðinn fyrir að það sé nokkurn veginn bara, einn hér í betagildinu fyrir epiduralinn,
þá það dottið niður í 0,51 sem lýsir í raun og veru styrk sambands þessara tveggja breyta, þá það dottið sem sagt niður í 0,51. Þannig það eru margir aðrir þættir og það eru eiginlega hinar breyturnar sem eru marktækar og móbili var marktækt í heildina. Þær í raun og veru að gera jafn mikið fyrir þessa jákvæðu upplifun eins og epiduralir. Þannig að þess vegna svo mikilvægt þegar maður með svona margar breytur og svona stórt gagnasafn sem maður getur í raun og veru greint mikið niður, þess vegna svo mikilvægt að skoða ekki bara einfalda fylgniútreikningar sem sýnir manni að það samband á milli þess að breyta, heldur að reyna að gera sér grein fyrir eins og með svona aðhverfsgreiningu hvaða aðrar breytur það eru sem að hafa áhrif. Og hér það bæði menntunin, viðhorfið til fæðingarinnar, stuðningurinn frá ljósmóður, hversu mikinn styrk sársauka þær skynja í fæðingunni sjálfri sem að hafa áhrif á þessa jákvæðu upplifun af sársauka. Ég sé að klukkan orðin 20 mínútur í, þannig ég ætla að stoppa hérna og bara gefa tækifæri í smá spjall þó ég hafi syngað svolítið upp á tímann og farið svolítið fram yfir. Ég að drekka ykkur með tölum? Þetta mjög áhugavert og skemmtilegt. Við áttum svolítið að hugsa með yfirfæranleika á annan sársauka. Þannig að nú náttúrulega fólk bara líka með jákvæðar væntingar í ákveð og mjög skemmtilegurna einhverju leiðis. Og það náttúrulega breyst mjög við að þessari innskipta útskrift að það ekki sagt fyrir þann auðvitað að búast. Já. Og þetta svo allt öðru sem var fyrir sjúkdóminn síðan. Þetta ekki breytið samstöðum. Sko, ég veit ekki hvert ég á að setja hatt, sko bara rannsakandans eða leikmannsins upp. Og auðvitað ég alveg sannfærð það viðhorf til mjaðmaskipta og verkja sem í mjöðmum og hvernig fólk eigi eftir að líða eftir aðgerð. Sömu leyti væntingar hafa alltaf áhrif á okkar upplifun. Mitt viðhorf þar en ég get ekkert fullyrt út frá þessu neinn annan sársauka. En mér finnst líka bara eins og til dæmis núna þegar að lyfjanotkun Íslendinga, verkjalyf, bólgueyðandi lyf, geðlyf og alls konar þetta hækkar ár frá ári að þá finnst mér stundum sko að við þurfum að fara að skoða hvaða viðhorf við höfum svolítið til þess sem erfitt í lífinu. Ekki eðlilegt að maður vakni einn dag á ári með höfuðverk? Ekki eðlilegt að suma dagar sem maður pínu niðurdregin ekki eins svakalega kátur alla daga ársins? Það eðlilegt? Ekki eðlilegt að fyrir fæðinguna þurfum maður að undirbúa sig vel til þess að takast á við sársaukann? Reyna að hugsa að vera í sínu besta formi þegar konur verða ófrískar en vera ekki í sínu versta formi? Það var verið hræðslu komið fæðingu. Það breyst sko það ekki tilfelli að ekki þess að unga konur hafi skólað sig upp í hræðslu með því að sko liggja bara til þess að það var ekki hægt í gáða. Og bara liggja yfir einhverjum horrorsugum og hræðilegum fæðingum. Sem var kannski ekki breyting, kannski fengur þetta bara á einhverjum vinkonum og sögum hjá það áður. Maður finnst maður anekdótið eða þess maður ég finnst ég að segja það, maður dæmi en ég var ekki bara við þetta. Það var vörð við þetta. Sko, ég hef ekki rannsakað en ein vinkona mín í raun og veru að rannsaka kvíða í fæðingu og hún klárar sitt doktorsnám örugglega á næsta ári. Býstu við þannig að hún á örugglega eftir að koma fullt af áhugaverðum gögnum þar. En mér finnst bara af samtali við ungar konur í gegnum árin og hvað mér fannst í raun og veru þetta breytast bara mikið frá því að ég byrjaði að vinna hérna 1990 og þangað til að kannski ég hætti svona formlega fyrir þremur árum. Að þá finnst mér þetta vera heilmikið áhyggjuefni
að þetta neikvæða fær í raun og veru allt of mikið spotlight. Það í raun og veru allt of lítið verið að horfa á það þegar allt gengur vel. Og mjög margar konur segja bara, þekki eina unga velmenntaða konu komin 31 viku að allt í einu byrjuðu allir að segja henni horrorsögurnar sínar. Það sagði henni engin dásamlegu fæðingarsögurnar sem þær höfðu upplifað. Og nota bene þetta heilbrigðisstarfsmaður. Og ég held að við þurfum að svolítið að passa okkur heilbrigðisstarfsfólk að taka þátt í þeirri umræðu hvað það sem skapar heilbrigði og hvað það sem skapar góð upplifun. Þó að við séum meira ofta að fást við það sem kannski sjúkdóma og það sem fer úrskeiðis. Ég get sagt þetta mjög og bara tekið hérna doktorsveit, þú veist. Já. Það sem margir sem ekki gaman að læra að tjekka þeirra punkt þarna þegar maður fyrir Pólans, það sem 40 punktur í keisarættinni. Og maður spyrir hvers vegna, þá segir ég, konan að vilja. Já. Og þetta þú var að tala með gríðarlega mikilvægt. Það kemur nú fræðslu og hvernig allt fólklega. En þess að ég mjög upptekinn af fjölbyrju og frumbyrju. Eins og því sættum fæðingu komið í sitt fyrsta barna á sækóbóldi, en við vitum líka sem fyrsta káðum. Og þess að ég var skrítið það minni munur þarna milli frumbyrju og fjölbyrju heldur við búist. Og ég velta hérna hvar kemur fræðslan ef ég segi þetta sé svo kvittu svart ekki fyrst ára barn. Ég að ýkja? Ef engin fræðsla myndi búast við að konan sem hún eignast eitt barn og býst við sama þegar það næsta. En þegar hún eignast sem þriðja barn, þá hún hafa aðra þessu gastu séð það. Mín fyrstu hugmyndin mínum úrvinnslu, úr þessum gögnum, var einmitt þetta, að flokka frumbyrjurnar sér og fjölbyrjurnar sér, af því þetta svo ólíkir hópar. Hún gjörólík. Já, og með þínu frábæra Robson-kerfi sem hefur verið notað náttúrulega hér á saklengi og algjörlega frábært kerfi til þess að skoða í raun og veru útkomu fæðingar, að þá var ég með þær hugmyndir fyrirfram, að hvað var það í upplifun og væntingar til fæðingar, þá væri þetta alveg eins og svart og hvítt. Það væri eins og í raun og veru annar þjóðflokkur. En ég fékk í raun og veru ekkert hvergi neitt marktakan mun á einunni neinu þegar ég var að skoða munin á milli frumbyrja og fjölbyrja segi. Þannig ég hætti í raun og veru við það vegna þess að það átti bara alls ekki við þetta sem ég var að skoða. Það á við svo margt annað, eins og til dæmis líkur á eðlilegri fæðingu, líkur á akút keisara, líkur á inngripi, að það mjög ólíkt. En með þessa þætti sem ég var að skoða, þá fann ég engan mun. Og það kom mér mjög mikið á óvart. Ég verð alveg að segja það. Og það spurning hvað ég lært þetta. Já, Já. Það þýðir að þær konur sem fá eiturbúrar hafa aðra þætti sem gera það líklega til þess að upplifa betri fæðingu, eins og sársaukann betri rauninni. Það þannig að þær konur sem eru áhætti á því að upplifa mikið sársauka og fæðingu, það sleppir því að börn. Ég greindi í raun og veru ekkert nákvæmlega. Ég greindi bara, frumbyrjurnar, fjölbyrjurnar, aldurinn, hverja væri að nota epidural. En í raun og veru var ég ekki að greina, ef verkefni hefði snúist bara í kringum epiduralin, þá hefði ég farið að greina nákvæmlega hverjar það voru sem notuðu sem epidural. Og í gögnunum mínum eru upplýsingar það. Ég var bara ekki að fókusera algjörlega á það. Vegna þess að ég vil ekki snúa þessu upp í einhvers konar andstæður. Að þetta séu konur sem nota epidural annars vegar og konur sem nota hins vegar ekki epidural. Að ég vil í raun og veru pínlítið vera að skoða þetta út frá því að hver og ein kona notar þá verkjameðferð sem hún þarf til þess að koma sér í gegnum fæðinguna. Hvorki neikvætt né jákvætt að nota epidural eða ekki epidural, heldur bara að hún í raun og veru meti og noti það sem hún þarf hverju sinni og það sé það sem skiptir máli. En ekki eins og margir hafa gert að snúa þessu upp sem
jákvætt og neikvætt. Það frábært að nota ekki epidural og komið það yfir þegar maður notaði epidural. Ég algjörlega á móti þeirri skoðun. Ég alveg sannfærð það eftir þessar 200 fæðingar sem ég tekið á móti að sársaukinn mjög mismikið og konurnar hafa líka mjög mismunandi í raun og veru kapasitet til þess að koma sér í gegnum í sársauka. Sumar hafa ótrúlega styrkir til þess að koma sér í gegnum þetta, langar erfiðar fæðingar, en aðrar kannski hafa það ekki. Þá þarf að aðstoða þeirra við að koma þeim í gegnum þetta. Þannig að sársaukin í fæðingum verður ekki einhvern horror sem þeir hugsa þegar þeir eru orðnir áttræðir. Það hugsa ennþá þetta hræðilega, það. Þannig að upplifunin finnst mér skipta svo rosalega mikið máli, ekki hvort ég noti upplifunin. Það var kannski meira, takk fyrir fyrirlesturinn, kannski meira hvort að eldri aftur sér til, þannig að sé hægt að bera saman menningarlega áhrif, því að við erum komin nokkur geislega frá samfélagi þar sem að sársauki var hluti af lífinu. Já. Yfir samfélagi þar sem að sársauki á ekki að vera til, ekki á sig talið. Við hefum stundum að kynna þessum kynni til þess að mér vilt, hvað þú ekki líka? Já. Og ef það vilt ekki þá brást. Já, þá brást þú. Þá brást ég. Já. Þannig að menningarlega, hvernig samfélagi horfir á verki öðruvísi í dag en þú sem þú veist. Já. Þú til okkur að ráðum hvað við fyrir sér sögur. Þetta saman. Og ekki í tengslum við fæðingar allavega. Ég hef ekki skoðað það í sambandi við annað. Ég hef ekki rekist á þær og grúska mikið í þessu, en það ekkert allavega til í sambandi við fæðingar. Og það líka bara mjög áhugavert að breyturnar sem við erum að skrá í bara fæðingaskráningu, að þær eru afskaplega lítið það hvernig fólk að upplifa hlutina. Það meira hvað við erum að gera. Við erum meira að skrá, gefum við epidural, fæðist barnið eðlilega, endurlífgun, hvernig afkarinn. En við erum voða lítið að skrá í raun og veru það sem snýr að hvernig fólk fer í gegnum og upplifir hlutina sem við vitum samt að getur haft mjög mikil áhrif á heilsufarið þeirra seinna meir. Já, ég óska til hamingju með þessa áhugaverðu vinnu. Þakka þér fyrir, Pétur. Það var mjög gaman að sjá að þú skyldir draga Antonovski inn í þetta. Af því að ég held að kenningar hans séu grundvallaratriði í mörgum fleiri sviðum okkar starfsemi. Af því að salutogenesis eða þróun heilbrigði, þetta byggist mjög mikið á tilgangi og skiljanleika sem á verulega vel við í sambandi við ákveðna fyrirbæri. Alveg sammála þér. Þetta þá að draga sem allra mest inn í umræðinu. Þannig að við förum meira að hugsa hvernig við vörpum, eins og Ásbjörn sagði, að hvernig við vörpum svolítið þessari ábyrgð á heilbrigði yfir á hvern og einn einstakling en ekki yfir á Ásbjörn. Sjáðu bara fréttir, hversu oft í viku kemur frétt þar sem að kerfið var að bregðast. Já. En þeir bara þrisvar í hverju viku. Þetta eru forsíðufréttir alls staðar. Já. Og ég. Bara því að það þetta svo hljóða. Og getur því að bara epidural sem verðist yfir að vera aðra. Já. Það bara kvöldmatt í sem þess að þú ekki aftur og upplifðu og annað til þessum mikið mann oftar verkefni við aðra verkefni. Jú, það bara, komst ekki fyrir á þessum hálftíma. Ég með upplýsingar bara nákvæmlega hvers konar verkjameðferð notuð og bæði hvað varðar verkjameðferð með lyfjum og án lyfja. En epiduralin var í raun og veru það sem var marktæk fylgni við þessa upplifun sem ég var að skoða í þessu tilfelli. Epiduralin var í raun og veru það sem skar sig algjörlega úr og hafði marktæka fylgni við upplifun sársauka. En hina Það ekki fylgni við þessu upplifun. Nei, ekki marktæka fylgni. Það var ákveðin tendens í gögnunum en ekki svona sterka marktæka fylgni á sögum.
þá var ég spyrjað að þessu líki nótlu öðru verkefni og aðra verkefni og kippu sér á saman dag. Við notum alltaf fullt af öðrum verkjameðferð og þau hafa gildi hvað var það margt annað eftir uppgjörna sársauka. Og þessi sterka fylgni kemur langt mest í gegn þegar depurðurinn það. Þetta mjög mikið rókið. Já. Glaðastu og skoðinu, það það? Örlítið. Það notaður. Já, kannski bálkum. Það býður. En fjórða greinin hefði verið notkun verkjameðferðar og áhrif. En ég var með svo stórt gagnasafn og ég var með svo marga breytur sem höfðu marktæka fylgni við upplifunina að ég nefndi ekki að vera að eyða púðrinu í hér. Sér það eftir síður en mjög það reyna að vera með þingar að hafa við og þá mjög mikið á það. Og það var kannski alveg að líka þingar. Og það raunverulega mjög gaman. Ég í stóra evrópsku neti sem að rannsaka fæðingar og það sem í bara svona þverfagleg heilbrigðisstarfsfólk sem er þar að vinna. Og það raunverulega mjög gaman að geta sagt frá því hvernig kerfið á Íslandi og hvernig útkomin á Íslandi. Að við skerum okkur út hvað svo margt varðar í tengslu við góða þjónustu í meðgöngu við fæðingu og góða útkomin. Svo ég hefði neikvægt niðurstaðan það að það var ekki mjög hlutir og það niðurstaðan. Hvað þetta var það mjög, Robson-kerfið sýnir að þessi hópar eru ólíkir með þá þætti sem verið að skoða það. Það ekki verið að skoða þetta þar. En svo líka það býst 5 tíma, það 5 tíma. Það býst 10 tíma og fjölbyrjar býst við 3 tíma. Tegist 4, kannski saman. Fjölbyrjarna 10 tíma og verður 8 ára og svo ráðum. En að raunhæfar væntingar skila sig. Þess vegna það svolítið okkar heilbrigðisstarfsfólksins að konur hafi raunhæfar væntingar. Er þetta þá sagt um þessu umflögu, þú verður 10 tíma, er það ekki það? Nei. Alls ekki. Þetta heitir hundavað. Búin að stöða það? Má tala þá? Ég gat ekki skorið meira. Ég hugsaði með, ég reyndi að